Komið öll sæl, kæru gestir á Viðskiptaþingi. Það nú alltaf áskorun að tala hér, því Viðskiptaþing alltaf mjög hipp og cool, eins og þið vitið sem hér eru. Og þau reyndu núna að fá mig til að sleppa pontu, því þeim hefði fundist það meira cool. En ég sagði, ég ekki svona Viðskiptaþings cool, ég cool á einhverju öðru leveli sem eitthvað allt annað. En þau fengu mig til að setja á mig þetta headset og ég bara ætla að lifa þetta af, en það verður erfitt. En kæru gestir, við erum hér saman komin á grænu ljósi til að tala stærstu áskoranir samtímans. Loftslagsváin, ég held reyndar að ég hef aldrei komið hingað án þess að tala loftslagsmálin. Það var mikið skref í desember 2015 þegar við Íslendingar undirgengumst Parísarsamkomulagið ásamt 194 öðrum þjóðum og skuldbundum okkur til þess að gera það sem í okkar valdi stæði til að halda hnattrænni hlýnun á mannavöldum innan 2 gráðu marksins með það aukamarkmið að reyna að stefna að því að halda því innan við 1,5 gráðu. Og það þýðir að við þurfum að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda eins fljótt og hægt og ná jafnvægi eins og Ásta talaði hér áðan milli losunar og bindingar. Og þetta hljóma kannski ekki flókið og ég man hvað ég var bjartsýn á Parísarfundinum þegar þetta samkomulag var undirritað en leið leggur það okkur ríkar skyldur og herðar og það hafa ekki allar þjóðir vilja standa undir þeim skyldum og það eru vonbrigði að stóra þjóðir eins og Bandaríkin hafi dregið sig út úr þessu samkomulagi. Það eru vonbrigði vegna þess að árangur í loftslagsmálum byggist fyrst og fremst á samstöðu þjóða heims. En það gerir hins vegar ábyrgð okkar hinna ekki minni að einhverjir dragi sig út úr. Til að ná þeim markmiðum sem við ætlum okkur hins vegar mikið verk óunnið. Miðað við tölur frá árinu 2017 sem nýlega hafa verið kynntar losa Íslendingar mest allra Evrópuþjóða. Við getum yljað okkur við góða sögu í fortíðinni. Á fyrri hluta 20. aldar tókum við til dæmis ótrúlega skynsamlegar og afgerandi ákvarðanir þegar við ákváðum að byggja upp hitaveituna sem hefur gefið okkur forskot á aðrar þjóðir núna þegar kemur að samdrætti í losun. Austurbæjarskóli var fyrsta húsið sem var upphitað með heitu vatni. En á öðrum sviðum mikið verk fyrir höndum og það aftur komin þessi tími afgerandi ákvarðana. Stjórnvöld kynntu fyrstu fjármögnuðu aðgerðaáætlunina í loftslagsmálum haustið 2018. Framkvæmd hennar stendur yfir og hún felur í sér 2 lykilmarkmið sem að draga úr losun í takt við þessar skuldbindingar og Ísland verði kolefnishlutlaust ekki seinna en 2040. Og við vorum reyndar meðal fyrstu þjóða til að setja okkur slíkt markmið en aðrar þjóðir hafa fylgt í kjölfarið. Þessi áætlun byggir á 2 lykilþáttum, orkuskiptum í samgöngum og stóraukna kolefnisbindingu. Og þar boðað að við munum hætta innflutningi á bensín- og dísilbílum 2030, við munum beita okkur fyrir innviðauppbyggingu fyrir rafbíla og önnur farartæki sem ganga fyrir endurnýjanlegum orkugjöfum og innleiða efnahagslega hvata til að þessi umskipti geti gengið sem hraðast yfir. Og þetta hefur verið vel af stað. Ívilnanir festar í lög, mikil fjárfesting farið af stað í hraðhleðslustöðvum land allt með myndarlegri þátttöku, ekki bara hins opinbera heldur einkaaðila og atvinnulífs. Og áhrif þessara aðgerða eru farin að birtast, það voru einhverjir hérna sem réttu upp hönd áðan. Í janúar á þessu ári voru rafbílar yfir 20% allra nýskráðra bíla. Í samanburði við önnur lönd þá erum við Íslendingar í öðru sæti en hugum að því að við erum ekki komin mjög langt. Og það mun kalla á mikla vinnu að halda okkar sæti í þessum málum. En ástæðan fyrir því að ég bjartsýn, það að almenningur bregst við. Almenningur að velja umhverfisvænni kosti. Við höfum sömuleiðis boðað fjárfestingar í almenningssamgöngum hér á höfuðborgarsvæðinu þannig að kannski á næsta Viðskiptaþingi verður einhver í strætó. Var enginn í strætó núna eða? Merkilegt. En við skulum taka stöðun á bílakjallaranum hérna í þessu húsi á næsta þingi. Og sama tíma höfum við verið að stórauka framlög til kolefnisbindingar og það hefur einkageirinn verið að gera líka. Og miðað við stöðuna núna munum við binda 2-falt meira kolefni árið 2030 en við gerum í dag. Síðan næsta aðgerðaáætlun í smíðum. Og þar munum þið öll koma við sögu, því þar einmitt munum við vinna með einstökum atvinnugreinum að því að setja okkur markmið fyrir hverja atvinnugrein. Og ég vil segja það að ég tel að samstarf stjórnvalda og atvinnulífsins í þessari vinnu hafi farið af stað með mjög jákvæðum og kraftmiklum hætti og fagnar sérstaklega stofnun Grænvangs sem hinn formlegi samstarfsvettvangur stjórnvalda og atvinnulífs. Ég bind nefnilega vonir við það að vera smár gerir það að verkum að við getum verið kná
í þessum málum og ná miklum árangri með samstarfi allra aðila á næstu árum. Síðan vil ég líka greina frá því að við höfum sett á laggirnar vinnu til að greina tækifæri hins opinbera til að ráðast í útgáfu sjálfbærra og grænna skuldabréfa til að flýta fyrir því að efnahagslífið vinni með markmiðum okkar í loftslagsmálum. Þar hefur verið settur á laggirnar hópur nokkurra ráðuneyta undir forystu fjármála- og efnahagsráðherra og Seðlabankans sem ætlar að greina tækifærin sem liggja hjá ríkinu og opinberum hlutafélögum til að ráðast í slíka útgáfu. Og ég tel að slík útgáfa geti líka falið í sér tækifæri lífeyrissjóðanna sem að horfa til lengri tíma í sínum fjárfestingum. Nú ég er bara mjög bjartsýn, eins og þið heyrið. Er það ekki bara allt í fínu lagi? Við erum að gera margt gott, ekki skortir viljan. En það er samt þannig með þessi loftslagsmál sem vissulega ég hef haft lengi áhuga á, er að manni líður eins og maður sé staddur í verkefninu moka burt Esjunni með teskeið, frekar lítilli teskeið. Og þetta fjall er sérstaklega erfitt viðfangs vegna þess hvernig við virkum, við manneskjunnar. Ég fekk mikinn innblástur daginn þegar ég sat á málþingi heilbrigðismál og hlustaði á Tryggva Þorgeirsson lækni og frumkvöðul á sviði nýsköpunar í heilbrigðismálum. Hann var reyndar ekki að tala um loftslagsmál, hann var að tala um lýðheilsu og lífstíl. Og benti þar á að 70–80% af heilbrigðiskostnaði í vestrænum samfélögum sé tilkomin vegna lífstílstengdra langvinnra sjúkdóma á sama tíma og við verjum aðeins tæpum 2% í forvarnir. Og hann benti á að við menninir erum þannig samsett í þessum málum að meiri hluti þeirra ákvarðana sem við tökum spretti upp úr því sem hann kallaði krókódílaheila. Það er að segja, gamli hluti heilans sem tekur ákvarðanir út frá tilfinningum og löngunum en ekki endilega út frá útreikningum, rökum og skynsemi. Og að einhverju leyti geti þessi staðreynd skýrt það að við séum oft að fást við afleiðingar ákvarðana okkar fremur en að taka nýjar ákvarðanir. Og ég hlustaði bara af athygli á Tryggva og svo tók krókódílaheilinn yfir og ég fór á búlluna og keypti mér hamborgara og franskar og kók. Ég keypti mér meira kók af því ég var svo gjörsamlega buguð og svo þegar ég var búin að þessu fékk ég mér stóran blandipoka og svo hugsaði ég nú er ég búin að hækka einhvern hjúts reikning inn í framtíðina en það var bara því ég var búin að borða þetta allt saman. En er þetta ekki svolítið bara svipað? Þegar við erum að hugsa framtíðarheilbrigði jarðarinnar eins og þegar við hugsum framtíðarheilbrigði okkar sjálfra. Við vitum alveg að þú veist, ég hefði náttúrulega átt að sjóða þarna ísu þarna á laugardaginn og fara svo út að ganga í staðinn fyrir bara að fara að horfa á sjónvarpið eftir kókið. Ég veit alveg að ég á að hreyfa mig og ég á að borða öðruvísi og ég á örugglega að lifa öðruvísi og ég veit líka að við þurfum öll að breyta lífstíl ef jörðin á ekki að hrynja undan okkur. Og það er erfitt að taka slíkar ákvarðanir. Við þurfum að breyta því hvernig við lifum, hvernig við neytum. Það er flókin ákvörðun að taka. Hún er ekki að spila alveg tilfinningarnar. En er þetta kannski bara tækifæri? Með því að draga úr sóun, með því að framleiða ekki það sem við þurfum ekki, getum við þá kannski bara dregið úr umhverfisáhrifum án þess að koma niður á lífsgæðum okkar. Og er það ekki í raun og veru ykkar verkefni, margra hverja hverjum einasta degi? Draga úr sóun, auka nýtingu, skilvirkni, hagræði, verðmætasköpun. Eru þetta kannski sömu tækin og við þurfum til að takast á við loftslagsvána? Mér finnst nefnilega líkindi með þessu, með lýðheilsunni og loftslagsvánni. Við erum alltaf að fást við afleiðingarnar fremur en að fyrirbyggja vegna þess að þær spila meira inn á tilfinningar okkar en hitt. En við getum breytt í. Áskorunin til okkar allir er að við getum tekið skynsamlegu skrefin, þannig að við náum markmiðunum, en gerum það þannig að við getum gert lífið betra fyrir okkur öll. Og auðvitað felur það í sig gríðarlega stóra áskorun fyrir atvinnulífið. Horfa til lengri tíma, breyta framleiðsluháttum. Það er sama áskorun og blasir við okkur öllum sem einstaklingum, en við verðum að sýna að við getum horft fram á veginn og hugsa til lengri tíma. Við getum tekið skynsamlegu ákvarðanirnar sem breyta framtíðinni. Alveg eins og mannkynið hefur svo oft tekið slíkar ákvarðanir á fyrri tíð og skapað þannig betra samfélag. En skuggaský, sagði Ásta og sagði Högni, og það er krefjandi að fást við skuggaský framtíðar þegar við þurfum að hugsa líka skuggaský dagsins í dag. Það voru áföll á síðasta ári. Atvinnuleysi alls ársins 2019 mældist 3,5%. Hagkerfið hefur kólnað. Margt hefur verið gert rétt. Seðlabankinn hefur lækkað vexti. En skortir hins vegar á að þeirri vaxtalækkun sem miðla gegnum fjármálafyrirtækin
Það þarf að tryggja að atvinnulífi geti fjárfest, að bankarnir geti lánað til atvinnulífsins og þar skiptir máli líka hvað stjórnvöld gera og þess vegna var mikilvægt að lækka bankaskattinn. Ríkisstjórnin greiddi fyrir gerð lífskjarasamninga með aðgerðum upp á 80 milljarða króna á gildistíma samningana og það skiptir miklu máli líka að það takist vel til í þeim samningaviðræðum sem nú standa yfir milli ríkisins og verkalýðshreyfingarinnar. Stöðugleiki á vinnumarkaði, langtíma samningar hagsmunamál okkar allra og það okkar stefna að tryggja hinn félagslega stöðugleika jafnhliða hinum efnahagslega stöðugleika og auka þannig velsæld okkar allra. Og þá mikilvægt að hafa búið í haginn, þá mikilvægt að hafa greitt niður skuldir. Skuldahlutfallið var 65% árið 2009. Það hefur lækkað hratt og núna 28%. Þannig að það skiptir máli að hafa búið í haginn, greitt niður skuldir, haft afgang, lækka skatta, bæði á fólk og fyrirtæki og á sama tíma skiptir máli að auka opinbera fjárfestingu. Og við höfum þegar gert það, hún hefur verið aukin 45% frá árinu 2017 og við sjáum það í samgönguframkvæmdum, hjúkrunarrýmum, húsi íslenskunnar, nýjum spítala. Við erum samt bara rétt við meðaltal í opinberri fjárfestingu og þörfin fyrir innspýtingu brýn og það hefur ekki bara með efnahagslífið að gera. Þörfin hefur líka minnt illilega á sig að því nú alltaf þegar við Katrín og Olga hittumst þá kemur vont veður, þannig að ég veit ekki alveg hvort við að halda áfram að hittast því þetta hefur verið frekar slæmur vetur. En veturinn hefur sýnt okkur hvar við búum og það skiptir máli að flýta fjárfestingum í okkar mikilvægu innviðum. Við sjáum það í raforkukerfinu, fjarskiptum, ofanflóðavörnum. Það brýn þörf fyrir slíka uppbyggingu til að tryggja jöfn tækifæri fólks land allt og til að tryggja öryggi fólks land allt. Það betri fjárfesting fyrir almenning, tel ég, að byggja upp innviði heldur en að geyma of mikið fé í bönkum. Við þurfum að láta fjármagni vinna fyrir fólkið í landinu og þess vegna lögðum við þær línur í stjórnarsáttmála að dregið yrði úr eignarhaldi ríkisins á fjármálafyrirtækjum til að nýta í innviði í þágu almennings. En því skulu samt ekki örvænta. Við stefnum alveg áfram á að ríkið eigi einn banka. Nei, það var þessi hópur sem ég var að tala við, já. Það var, ég vissi það, þeir voru búin að svo gríðarlega alvarleg hérna, ég þurfti aðeins að vekja ykkur. En það auðvitað ekki eina leiðin og við vitum það líka að það eru hagstæðar aðstæður til lántöku, lágir vextir, lága skuldahlutfalli sem ég nefndi hér áðan og þannig að hið opinbera hefur tækifæri til að koma auknum krafti inn í opinbera fjárfestingu og það munum við gera. Við erum að vinna tillögur það hvernig við getum bætt þá innviði sem við höfum séð að ekki nægjanlega sterkir, hvort sem að ræða raforkukerfið eða fjarskiptakerfið, samgöngumálin og þessar áætlanir munum við kynna á næstu vikum og mánuðum hvað varðar alla þessa þætti og í næstu fjármálaáætlun. Það rétti tíminn, bæði vegna þess að þörfin mikil og efnahagslífið kallar á það. En við mögum heldur ekki gleyma því að hennar áþreifanlegu fjárfestingar ekki þær einu sem skipta máli. Til lengri tíma, þannig að við getum skapað þennan mikilvæga stöðugleika til lengri tíma, þarf að efla þrótt samfélagsins á sviði rannsókna, þróunar, nýsköpunar og skapandi greina. Og margt höfum við gert, nýsköpunarstefna var hér nefnd, nýji nýsköpunarsjóðurinn sem ber nafni Kría, endurgreiðslur til rannsókna og þróunar hafa hækkað, framlög á nemenda í háskólum landsins hafa hækkað. Það nefnilega svo brýnt að íslenskt atvinnu- og efnahagslíf hvíli á fjölbreyttum stoðum og þar munu nýsköpun og þekkingariðnaður skipta sköpum fyrir framtíðina. Og ég tel að við verðum líka að horfa til þess, til að mynda þegar úthlutunarhlutföll fer lækkandi í sjóðum sem veita styrki til grunnrannsókna, þannig að mörg verðug verkefni hljóta ekki styrki. Og ég hlýt líka að nefna mitt gamla hugðarefni, af því hér var Hildur Guðnadóttir nefnd, skapandi greinar. Og það vísbendingar að sú fjárfesting sem við réðumst í árið 2012 þegar við forgangsröðum sjóðum á sviði lista og skapandi greina hafi skilað sér í auknum vexti í hugverkaiðnaði árin eftir og margfaldast. Við eigum að líta til hinna skapandi greina, nýsköpunar, rannsóknar og þróunar og við megum ekki gleyma því langtímaverkmiði þó að skuggaskín séu núna yfir okkur í efnahagslífinu. Því við viljum horfa til lengri tíma. En kæru gestir, Katrín Olga Jóhannesdóttir kveður nú sem formaður viðskiptaráðs og hún var kjörin formaður árið 2016, fyrst kvenna. Og ég vil nota tækifæri hér og þakka henni fyrir einstaklega gott samstarf og góð og hreinskilin samskipti. Hún hefur beitt fyrir ýmsum nýjungum,
meðal annars því að við erum í dag að ræða þessar grænu áherslur og hún hefur verið óþreytandi, eins og við sáum hér áðan, að ræða jafnréttismálin. Og þar sem ég er líka ráðherra jafnréttismála, en ekki bara forsætisráðherra, ætla ég að ljúka minna ræðu að ræða jafnréttismál. Í ár, 2020, eru nefnilega liðin 100 ár frá því að allar konur fengu kosningarétt til Alþingis að fullu til jafns við karla. Við fögnum þessu afmæli 2015 því þá voru 100 ár liðin síðan lög voru sett kosningarétt kvenna og þau gerðu upphaflega ráð fyrir aðlögunar tímabili. Og það var til að tryggja að fengi nú ekki allar konur kosningarétt á einu bretti. Og þegar maður kynnir sér umræður þetta mál á sínum tíma, þá hefðu menn, kallar, töluverðar áhyggjur af því að þessi nýfengnu réttindi kynnu að stíga konum til höfuðs og þær mundu jafnvel allar fara að kjósa. Og jafnvel, og það var það versta, sameinast að kjósa bara konur. Og það hefði nú kannski hugsanlega gerst margt annað í sögu 20. aldar ef konur hefðu gert einmitt það. En þetta sýnir okkur hvað þessi málaflokkur liggur djúpt. Og alltaf vitna ég John Stuart Mill sem sagði að þetta misrétti væri það rótgrónasta. Að því við erum öll hluti af þessu kynjakerfi. Við ölumst upp við það, það mótar afstöðu okkar og það hefur áhrif á þær ákvarðanir sem við tökum. Og þess vegna gengur þetta oft ansi hægt. Þessi ríkisstjórn hefur beitt sér fyrir ýmsum framfaramálum í átt til aukins jafnréttis. Ný lög voru sett þungunarrof sem undirstrikuðu sjálfsákvörðunarrétt kvenna yfir eigin líkama. Ég hef lagt fram tillögur stórtækar forvarnir gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni. Það voru nýlega kynntar tillögur hóps á okkar vegum vernd kynferðislegrar friðhelgi, einkum í sambandi við stafrænt kynferðisofbeldi, lög jafna meðferð og kynþætti og þjóðernisuppruna og lög bann við allri mismunun fólks á vinnumarkaði tóku gildi 2018 og á síðasta ári voru sett lög kynrænt sjálfræði sem færir Ísland aftur í fremstu röð ríkja hvað varðar réttindi hinsegin fólks. Það má segja að jafnréttishugtakið hafi með þessu verið útvíkkað í íslenskri löggjöf og verkefni næstu ára að útfæra betur samspil þessara breyta. Við, stjórnvöld, tökum það alvarlega nefnilega að jafnrétti ekki að fullu náð. Og meira að segja hefur það verið sagt að heimsmarkmið númer 5 jafnrétti kynjanna sé það heimsmarkmið sem flestar þjóðir eiga lengst í land með að ná. En hver er staðan í atvinnulífinu? Ég þarf ekki að endurtaka það sem nafna mín sagði hér áðan. Síðustu tölur hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja eru fyrir árið 2018. Þá voru konur 33,5% stjórnarmanna í fyrirtækjum með 50 eða fleiri á launaskrá. Og fréttin af því var að það væri í fyrsta sinn sem hlutfallið mældist hærra en þriðjungur sem var sett fram sem frábær frétt. Frábær frétt, eða hvað? Nema hvað? Eru konur þriðjungur þjóðarinnar? Er það ekki helmingur? Og eru við ekki með lög í landinu sem segja að þetta hlutfall eigi ekki að fara niður fyrir 40%? Og hafa þau lög ekki verið í gildi frá árinu 2012? Hér var bent á að allir stjórnendur fyrirtæki í Kauphöll Íslands eru karlar og það er athyglisvert í ljósi þess að þetta snýst ekki bara jafnrétti og að gera það sem rétt er. Heldur er það margsannað að fjölbreytni í stjórnum og stjórnun fyrirtækja skila sér í bættum rekstri og meiri hagnaði. Og þá hugsa ég aðeins kosningarétt kvenna. Er þetta kannski eins? Að það er erfitt að gefa sín forréttindi eftir. Og nú má heyra saumnál þetta í salnum. Við stóðum öll hérna upp á þann, eða ekki? Að því við ætlum öll að vera hluta af lausninni. Og við vitum öll að konur og karlar standa jafnfætis. Það er mannauðs sóun sem felst í því að ekki eru fleiri konur stjórnendur í íslensku atvinnulífi. Kannski ætti viðskiptaráð að meta það hversu mikil verðmæti fari í súginn vegna þess að við erum ekki að nýta þekkingu, sköpunargáfu og áræði kvenna til jafns við karla. Það er kominn tími til að taka sér tak í þessum málum. Það hefur verið til meðferðar á Alþingi Íslendinga þingmannamál þar sem lagt til að sett verði viðurlög við að brjóta kynjakvótalögin. Mér finnst að Alþingi að samþykkja þetta frumvarp.
Nú eða ef það þarf einhverja frekar skoðana við, þá á Alþingi bara að fela ráðherra að flytja slíkt frumvarp. Og ég trúi ekki öðru en að atvinnulífið fagni því. Því það hlýtur að vera markmið okkar allra. Við stóðum öllin upp á hann að fylgja lögum og ná jafnrétti. Það á ekki að þurfa nein viðurlög til, en það er hins vegar ekki hægt að bíða endalaust með að ná yfirlýstum markmiðum okkar jafnrétti. Það er einfaldlega ekki í boði. Kæru gestir, Ásta sagði, ertu til í að skamma þig ekki því Katrín Olga er búin að skamma þig svo mikið? Og ég sagði, þetta á bara eftir að versna, mín kæra. En ég ætla að segja hér á lokum að það er mjög vel til fundið að ræða grænar áherslur á þessum fundi. Framfarir í okkar samfélagi hafa gjarnan eingöngu verið mældar út frá mælikvarðanum verga landsframleiðslu. Hann mælir ekki allt. Verg landsframleiðsla er lítils virði ef hún byggist á ofnýtingu auðlinda, ef hún byggist á mengun. Hún er líka lítils virði ef fólkinu líður illa og einungis sumir en ekki allir fá tækifæri til að leita hamingjunar og finna kröftum sínum viðnám. Það er þetta mikilvæga jafnvægi manns og náttúru sem framtíðin okkar hvílir á og það er ástæða þess að við höfum sett loftslagsmálin á oddinn og við höfum sömuleiðis ráðist í vinnu við gerð sérstakra hagsældarmælikvarða fyrir Ísland og tekið þátt í samstarfi meðal annars með Nýja-Sjáland og Skotland þróun velsældarhagkerfa sem ég held að geti gefið okkur miklu betri og heildrænni mynd af því hvernig íslensku samfélagi vegnar. Við stöndum hérna núna 2020, viðskiptaþing eftir 20 ár. Verður nú vonandi ekki krísufundur, þar sem hóstandi viðskiptajörar, kannski karlkyns, ræða það hvað í ósköpunum þeir eigi til bragðs að taka þegar allt er komið í óefni. Ég treysti á ykkur öll að viðskiptaþing eftir 20 ár muni snúast þau frábæru tækifæri sem við munum eiga ef við höfum vit og kjark til að taka réttu ákvarðanir núna, skynsamlegu ákvarðanir til langs tíma til þess að tryggja hér hagsæld til allra framtíðar. Takk fyrir.